Þá komið að síðasta kaflanum á þessari önn, kafla 5.7 sem myndunarvermi eða enthalpies of formation. Og hérna verið að skoða þegar við erum með þessi gildi þar sem að okkur gefin eitthvað efnahvarf og við sjáum hversu mikill varmi eða vermi það sem að losnar eða myndast í efnahvarfinu, að það eru til töflur þar sem að við getum séð hvert myndunarvermi fyrir hvert efnasamband út frá því úr hvaða frumefnum eru þau búin til. Þannig að það alltaf þannig að ef við erum með efnasamband, eins og til dæmis vatn, H2O, að vatn náttúrulega búið til úr tveimur frumefnum sem eru súrefni á gasformi og vetni á gasformi. Og til þess að þetta gangi upp þá erum við með hálft O2 pluss H2 gefur H2O. Þannig að við getum sagt hérna að H2 gas pluss hálft O2 gas gefur okkur H2O liquid. Og við höfum alltaf áhuga á því að fá efnið sem 1 mól. Þannig að við setjum frekar einhverja stuðla hérna fyrir H2 og O2. Fáum 1 mól út og þá fáum við eitthvað út sem delta HF, sem hér, myndunarvermi delta HF, þar sem F stendur fyrir formation og þetta það vermi sem fylgir því að mynda efnasamband úr frumefnum sínum. Og að því að eins og áður var talað að þegar við erum með vermi og erum að skoða eitthvað upphafsvermi og lokavermi og erum sem sagt að sjá hvort að efni þetta áttu nú að vera svona, hvort að það tekur til sín varma eða losar sig við varma, að það hefur venjulega vitum við ekki gildin, hver í raun og veru gildin á þessu H1 og H2, það eina sem við getum fundið mismunurinn. Og þess vegna var í rauninni skilgreint þetta delta H formation eða myndunarvermi, þar sem að við miðum við frumefnin, að efnin sem búið til úr þeim og þau séu á sínu stöðugasta formi, sem sagt vetni gas við 25 gráður, súrefni gas við 25 gráður, þannig að svona líta þessi frumefni út, að í rauninni sé bara myndunarvermi fyrir þau 0. Og síðan fáum við eitthvað delta H út úr þessu og þá það þetta myndunarvermi sem fær við að mynda þetta efni. Og ef við skoðum bara hvernig þessar efnajöfnur eru hugsaðar, þá erum við þá tók ég hér brennistein sem dæmi, þar sem að brennisteinssýra, þar sem við erum að H2SO4, þetta búið til úr vetni, brennistein og súrefni, og stöðugustu formin eða frumefnin alltaf H2 á gasformi, brennisteinn fastefni, það þetta gula fasta frumefni sem á hverasvæðum, og svo erum við með súrefni sem líka þá á þessu formi O2 og þetta gefur H2SO4 á vökvaformi. Og við það að blanda þessum þrefri, að láta þetta hvarfa saman og segja í rauninni að upphafsvermi fyrir þetta sé 0 og mismunurinn það mínus 814,0 kilosúl á mól af brennisteinssýru. Þannig að maður fær alltaf hversu hátt delta H fyrir myndun á þessu efnasambandi. Og svo tók ég dæmi 2 önnur, það sem sagt blýnítrat, eða blý-2-nítrat, þar sem við erum með PbNO3, 2. Þannig að hérna erum við með frumefnin blý, nitur, og nitur á þessu formi sem frumefni og súrefni á þessu formi sem frumefni. Og þá myndum við búa saman til blý á föstu formi pluss N2
pluss 3 og 2 til þetta passi allt við þessa hérna jöfnu og við viljum alltaf fá út sem sagt 1 mól af þessu. Þetta gefur líka útvermið efnahvarf mínus 451,9 kilojúl á mól af þessu blýnítrati og að lokum þá dínitrómónoxíð eða N2O þar sem að við erum með N2 hérna þarf hálft O2 af því það er bara 1 súrefni en við viljum alltaf að það sé 1 hér. Það sé 1 mól sem myndast þannig að við getum alltaf sagt að þetta sé svona mörg kilojúl á mól af efninu, þessu efnasambandi sem að við erum að búa til. Þannig að hérna er það þá N2 pluss hálft O2 sem gefur N2O gas og þetta er það myndunarvermið og þetta hérna myndi vera innvermingfarma. Það kostar orku að búa til dínitrómónoxíð úr frumefnum sínum. Nú, þegar við erum að tala myndunarvermi, þá miðum við yfirleitt við staðalmyndunarvermi þannig að í staðinn fyrir að segja delta HF formation þá gerir maður hérna delta HF og svo kemur hérna svona gráðumerki. Þetta hérna þýðir þegar þetta er að þrýstingur er 1 atmosfera. Þannig ef við erum með gas eða eitthvað slíkt, þá er það við þrýstingin 1 atmosfera og að hitastigið eru 25 gráður á Celsius eða 298,15 Kelvin. Þetta er þetta sem við köllum stofuhita eða room temperature. Og allar svona töflur sem við erum með eru með þessi gildi við 25 gráður. Nú, í kaflanum, í bókinni, þá erum við hérna með töflu 5.3. Hérna eru talin upp nokkur efni og okkur er gefin hérna hvert er delta HF myndunarvermið og það er tekið fram þetta sé við 298 Kelvin. Hérna aftast í bókinni í þessum svokölluðu viðauka, hérna erum við með eða appendix og þá er það í appendix C, þið sjáu að hérna koma hérna töflur á nokkra blaðsíður og þetta byrjar á blaðsíðu 1059 að þá erum við hérna með varmafræðileg gildi fyrir valin efnasambönd við 298,15 Kelvin og þá er þetta allt svona varmafræðileg tákn þar sem við byrjum hérna með, þetta fer eftir stafrói þannig við erum hérna fyrst með ál og það er sagt sem sagt að ál á föstu formi sem er þá hérna hið eðlilega form áls við 25 gráður að þá er myndunarvermið 0, svo erum við hérna með eitthvað sem heitir Gibbs free energy eða fríorka Gibbs og entropy eða óreiða sem eru líka gefin. Þetta er ekki fyrir 19. kafla sem að þessi hérna gildi koma við sögu. En hérna erum við með hérna og síðan kemur hérna ál tríklórið og þar erum við með að delta HF er mínus 705,6 og þetta er alltaf í kilojúlum á mól og ál 2 og 3 er þá mínus 1698 og hérna er þetta í stafrófsröð eftir frumefnunum, hérna er sem sagt nítrogen, nikkel, súrefni, fosfór, náttúrulega eftir ensku heitunum, en hérna er hægt að finna þá þetta delta HF fyrir hérna nokkuð margar sameindir og frumefni. En við svona notum kannski hérna allavega í þessum sýnidæmi sem við erum með hér, þá notum við meira þessa töflu 5.3 þar sem er bara búið að taka saman sem sagt nokkur efnasambönd.
En það eru og sérstaklega í gamla daga þá voru til heilu doðrantarnir. Það voru öll efni sem voru til í heiminum, öll efnasambönd og verið að gefa þá út sem sagt hvert delta HF hér fyrir það, eða staðalmyndunarvermi. Og það ágætt að festa það í minni að við erum alltaf að miða við 25 gráður og það gerum við þá í þessum hvörfum sem að eftir í þessum kafla og að þið megið þá kannski rifja upp í leiðinni að þegar við erum að tala gastegundir og þessar STP aðstæður fyrir gas, þá er maður að tala 0 gráður á Celsius og 1 atmosfæru. Þannig að það er eina undantekningin. Þegar við erum með gas, þá er það 0 gráður sem við erum að miða við. En fyrir alla svona varmafræðileg gildi og hvernig frumefni líta út í lotukerfinu, þá erum við að miða við 25 gráður. Nú, þessi staðalmyndunarvermi, ég ætla þá aðeins að, já, það er að ná í. Náum við til þess að geta þurrkað af. Tökum þetta í burtu. Og að segja sem sagt að staðalmyndunarvermi delta HF0, það er í rauninni að við erum með frumefni á staðalformi sem að verða að 1 móli af efnasambandi á staðalformi. Þannig að öll þessi gildi delta HF sem er þá gefið í kílósjúlum á mól, að þá er það sem sagt alltaf mól af þessu efni sem við erum að tala Og síðan er það sem sagt að samkvæmt skilgreiningu sem að var þá bara ákveðið þá er sem sagt delta HF 0 fyrir frumefni á sínu stöðugasta formi. Frumefni á sínu stöðugasta formi og náttúrulega þá við 25 gráður og 298,15 Kelvin að það er alltaf sama sem 0. Og þá getum við sagt að ef við erum með allir málmar í lotukerfinu, þá erum við alltaf með málminn, bara 1 atóm, sýnt sem sagt og erum með á föstu formi, fyrir utan náttúrulega kvikasilfur sem er eini málmurinn sem er á vökvaformi. Hérna myndum við þá vera með að þetta væru 0 kílósjúl á mól. Ef við erum að skoða delta H0 formation eða myndunarvermi og þetta væri 0 líka og sem sagt öll frumefni, síðan erum við með þessi málmleysingana, þá vorum við þarna með einhver efni sem eru alltaf tvíatóma sem eru vetni, súrefni, nitur, flúor og klór, að þetta er þá staðalformi fyrir þessi efni sem myndi þá alltaf vera delta HF er sama sem 0. Síðan myndum við vera með til dæmis kolefni og þá það er á föstu formi og það er grafít. Þegar nú getur kolefni, það er náttúrulega demantur og það er grafít, en það er grafítið sem er
eðlilegra grunnform kolefnis við 25 gráður. Og svo erum við með bróm til dæmis sem tvíatóma en vökvi. Eðalgastegundirnar eru náttúrulega alltaf gas og eru eru sem sagt bara sem eitt atóm. Þannig að já, brennisteinn myndi vera skráður svona. Það sem sagt þekktasta formið af brennisteini sem sagt svona keðja, hringur með 8 brennisteinsatómum og svo 1/8 til þess að fá mól. En samt sem áður þetta ekki alveg stöðugasta formið, heldur það gefið svona í töflunni. En þetta delta H formation ekki alveg 0 hér. En alla jafna þá á maður ef að þið hafið þetta sérstaklega í huga, með þessar tvíatóma gassameindir sem að taka þátt í mörgum efnahvörfum og þá ekki síst vetni og súrefni, að þetta sé H2 og O2 og muna svo að málmarnir eru alltaf bara stakir sem fast efni nema fyrir kvikasilfur og að stöðugasta form kolefnis grafít. Það er svona ágætt að hafa þetta í huga. Nú, ef við skoðum þá betur þetta staðalmyndunarvermi og tökum sem dæmi og taka þetta í burtu núna, setja upp bara hér á sem sagt 25 gráður á Celsius eða 298,15 Kelvin og 1 atmosfera sem að þetta stendur fyrir. Og það var tekið sem dæmi í kaflanum, þá eigum við að sýna hvernig ef við erum með etanól sem með sameindaformúluna C2, H5 og H. Að ef við eigum að rita þetta myndunarvermishvarf, þá náttúrulega eins og áður, þá erum við með kolefni og myndum við þá velja grafít og á föstu formi. Vetni, H2 á gasformi, súrefni, H2 á gasformi. Og þegar maður að búa til svona efnahvörf, þá vitum við það að við viljum fá út 1 mól af þessari sameind. Þannig að það viljum við hafa myndefnamegin. Og delta H 0 þá sem sagt einhver tala á mól af þessari sameind. Og myndum við þá byrja með, að því eru 2C, þá myndum við byrja með 2 mól af grafíti plús, erum við með 5-6 vetnisatóm og þetta á að vera í H2, þannig að það eru þá 3 H2 og það gas og síðan 1 súrefnisatóm hér og við erum með O2 og þá verður að setja hálfan til þess að þetta verði til samans 1. Þannig að þetta væri þá efnahvarfið sem ætti sér stað til þess að fá myndunarvermið fyrir þetta. Og erum við með útvermihvarf, þetta mínus 277,7 kilojúl á mól af etanóli. Síðan þá hafandi þetta í huga að við erum sem sagt að fá 1 mól af efnasambandi, frumefni á að vera á staðalformi, þá kemur þetta sýnidæmi 5-10, þar sem eru rituð upp 3 hvörf og sem sagt spurt, eru þetta rétt hvörf fyrir myndunarvermi og ef ekki, hvernig ættu þau að vera? Ég tek sýnidæmi.
Þetta var 5, 10. Hérna eru þessi hvörf rétt með tilliti til sem sagt myndunarvermis. Ef ekki, þetta ætti að vera spurningamerki, ef ekki, hvernig eiga þau að vera? Svo eru gefin hérna þá 2 natríum pluss hálfur O2 gefur Na2OS. Þetta fyrsta hvarfið. Annað hvarfið 2K liquid pluss Cl2 gas gefur 2KCl fastefni. Og síðan í þriðja lagi sé að glúkósi C6H12 O6 fastefni verður 6 kolefni, og þetta sem sagt demantur, pluss 6H2 pluss 3O2. Og það sem maður hefur hér að leiðarljósi þá í fyrsta lagi að við erum með frumefnin, þau þurfa að vera á staðalformi. Hérna á að vera 1 mól og þetta hérna á að vera staðalform og þetta hérna reyndar átti náttúrulega að setja liquid hér. Og í stuttu máli, hérna erum við með natríum sem málmur og þetta fastefni, svo það passar, og hálft O2 á gas, sem gas, og það passar til að búa til Na2O og það á föstu formi. Það passar að við erum með 1 hér. Þannig að þessi frumefni á sínu fasta staðalformi, eða á staðalformi við 25 gráður, og þetta hérna 1 mól af efnasambandinu á staðalformi. Þannig að þetta hérna rétt. Hérna erum við komið með málm sem ekki kvikasilfur en sem vökvi. Þannig að það fyrsta villan hér. Þetta hérna á að vera fastefni eða solid. Cl2 gas, það rétt. 2KCl, það fastefni sem sagt kalíumklórið, en hins vegar á þetta hérna vera 1. Þannig að til þess að lagfæra þetta, þá þurfum við að setja hérna 1 KCl og þar með þurfum við að breyta þessu. Þannig að hérna erum við líka bara með 1K S pluss og síðan að þau eru bara með 1 Cl hérna megin, þá þarf þetta hérna að verða hálfur. Nú, að lokum þá erum við hérna með myndefnið sem að við hefðum, þegar við erum að tala hérna myndunarvermi, þá á sameindin að vera myndefni, þannig að hún á að vera hérna megin, en hins vegar eiga þá frumefnin að vera hvarfefna megin. Þannig að fyrsta lagi þarf nú að snúa þessu hérna efnahvarfi, en það rétt að glúkósi fastefni. Hérna hins vegar var búið að taka sérstaklega fram að það grafít sem hérna hið eðlilega form kolefnis við staðalaðstæður. H2 gas, O2 gas, það rétt. Þannig að hérna þarf einfaldlega að snúa efnahvarfinu við og hérna
gerir þetta bara með rauðu, þá erum við með að 6 C, S og það er þá grafít, plus 6 H2 gas, plus 3 O2 gas, gefur C6 H12 O6 S. Já, þetta var þá fyrri hluti þessa kafla myndunarvermi. Síðan förum við að tala það þegar við fáum efnahvörf, hvernig við getum nota myndunarvermin sem eru þá í þessari töflu bæði aftast í bókinni og síðan þessi tafla sem var nefnd áðan. Hvernig við getum nota hana til þess að búa til eða finna hvarfvermi. Svo óhætt að stróka þetta út. Og þá er það svona undirkaflinn, hvarfvermi, delta H og hérna getum við sem sagt kallað þetta hvarf, það sem við höfum verið að nota og svo erum við með að því við erum að nota myndunarvermið eða staðalmyndunarvermið þá setjum við 0 líka á efnahvörfin. Að því við miðum við að þau gerist á við 25 gráður. Hvarfvermi fundið út frá myndunarvermum delta H 0 F. Og þá getum við sagt já. Og ég ætla bara að skella strax fram jöfnunni sem er notuð og það er það að delta H fyrir efnahvarf er sama sem summan af og þá erum við með sem sagt mól sinnum delta H myndunarvermi fyrir myndefni. Efnin sem eru myndefnamegin, mínus summan af mólfjölda sinnum delta H myndunarvermi fyrir hvarfefni. Og ef við teiknum upp efnahvarf þar sem að við erum með eitthvað annað heldur en bara frumefni eða sem sagt frumefni öðru megin heldur eru svo sannarlega með efni báðu megin. Og þá getum við tekið sem dæmi, já, tökum bara ekki sýnidæmi strax, finnum bara eitthvað efnahvarf. Segjum að við séum með já, bara bensan hérna. C6, H6, liquid og þetta er brunahvarf bensans. Þannig að hérna erum við með 15 aðrir O2. Þetta gefur 6 CO2 gas. Það kemur þetta í sýnidæmi á eftir en ég ætla núna bara að nota þetta til þess að sýna hvernig við notum þetta. Þegar maður er með þessi efni þá finnur maður töflugildi fyrir þessi efni og þá segjum við delta H0 formation og það getur maður fundið hver eru gildin sem eru gefin í töflunni og við erum annars vegar með töfluna hér sem er tafla 5.3 í bókinni á blaðsíðu 184. Hérna eru þessi efni gefin eins og bensan hér, það er gefið að það er 49
Ég ætla að setja hérna bara í sviga kílósúl á mól til þess að ég þurfi ekki að skrifa þá einingu. Þannig að hérna gefið að fyrir bensen 49. Súrefni O2, það bara frumefni á sínu stöðugasta formi, þannig að það 0. Síðan CO2 gas, það gefið hérna líka sem karbondíoxíð. Það gefur okkur mínus 393,5 kílósúl á hvert mól af CO2 og svo erum við með 3 H2 og liquid og vatn hérna fyrir og það skiptir máli hvort það vökvi eða gas en það mínus 285,8 kílósúl á mól fyrir vatn. Það sem við gerum síðan til þess að finna hvert delta H fyrir þetta hérna hvarf að við tökum fyrst myndefnin, af því það sem sagt myndefni, summan af þeim og margfalda með mólunum. Og þá erum við að tala þessi hérna mól. Þannig að fyrsta lagi, ef ég geri bara svona hornklofa hér, værum við með 6 sinnum ég ætla að setja hérna 6 sinnum delta H0 formation fyrir CO2 pluss og svo hérna 3 sinnum delta H fyrir H2O og svo það mínus og svo það summan af þá hvarfefnum og hérna erum við bara með einu sinni delta H hérna myndunarvermi fyrir C6H6 og svona nafninu til værum við náttúrulega með 15 aðra sinnum hérna myndunarvermið fyrir O2. Hérna þetta þá 6 mól sinnum mínus 393,5 kílósúl á mól. Það náttúrulega alltaf einingin hér. Þetta var þá það sem kom fyrir CO2. Pluss 3 mól sinnum og þá erum við hérna með mínus 285,8 kílósúl á mól. Og þetta síðan, þetta hérna var bara 0. En þetta mínus og þá erum við bara með 1 mól sinnum 49,0 kílósúl á mól. Þannig að þetta allur galdurinn. Svo getur maður lagt saman hreinlega innan sviga til þess að það sé minni ruglingshætta. Segja sem sagt að við séum með 6 sinnum 393,5. Þetta hérna þá mínus 2361,0 og þetta bara kílósúl af því að mólin í rauninni styttast út. Og svo þetta mínus af því að við erum hérna með pluss og svo mínus hérna inn að sviga. 3 sinnum 285,8 sem gefur mínus 857,4 kílósúl og mólin styttast út. Og svo þetta mínus og þá þetta bara 49,0 kílósúl og mól styttast út hérna líka. Og út úr þessu kemur mínus 2361 mínus 857,4 mínus 49 og þetta gefur mínus 3267,4 kílósúl. Þannig að þetta væri þá hérna niðurstaðan úr því hversu mörg þá myndunarvermi í þessu hérna hvarfi.
Þannig að núna held ég sýnidæmi 5.11. Já, einmitt, og ég var nú svo sniðug að þetta hérna bara sýnidæmi 5.11. Þannig að þetta var það eftir allt, þó ég ætla að reyna að komast hjá því. Þannig að hérna var það, þá það sem sagt fyndu hvarfvermi út frá myndunar vermum. Og þetta þá jafnan sem að þið notið. Svo æfingadæmi hér líka, þar sem að við erum með etanól, þar sem við erum þá að nota réttu gildin. Ég taka þetta hérna út. Þetta kemur þá æfingadæmi hér. Hér okkur gefið efnahvarfið að C2, H5 og H, og þetta hérna liquid, pluss 3 súrefnissameindir gefa 2 CO2 gas pluss 3 H2 og liquid. Og við eigum sem sagt að finna delta H hvarf. Hérna getum við þá fundið gildið delta HF í kílósjúlum á mól fyrir hvert einasta efni hérna út frá töflu. Og hérna erum við með etanól, það -277,7, súrefni 0. Hérna erum við með aftur það sama áðan, sem sagt CO2 gas sem var -393,5 og fyrir vatn erum við með -285,8. Hérna myndum maður á sama hátt og áður finna delta H fyrir hvarfið og við erum alltaf að tala við 25 gráður og aftur það þá myndefnin fyrst og það þá 2 sinnum og síðan tökum við þá þetta gildi fyrir CO2 -393,5 pluss 3 sinnum -285,8 og þetta síðan mínus og hérna erum við með 1 sinni, þetta sem sagt bara 1 mól, þannig að við erum bara með -277,7 og hérna var 0, þannig að þetta hérna það sem að kemur út úr dæminu. Og getur sagt hérna 2 sinnum 393,5, þetta þá -787,0 mínus 3 sinnum 285,8 og það þá -857,4 og svo það mínus, þannig að þetta verður pluss 277,7. Og út úr þessu koma þá -787 mínus 857,4 pluss 277,7. Mínus 1366,7 og þetta eru kílósjúl að þið vorum hérna alltaf sem sagt með mól og kílósjúl á mól sem að styttast hvert út á móti öðru. Svo hérna í rauninni bara næsta sýnidæmi, síðasta sýnidæmi þá við þessum undirkafla og þá síðasta sýnidæmi á önninni líka. Og það það þegar við erum með þetta hér, þá getur man alltaf alveg verið með upplýsingar hvert delta H fyrir hvarfið
En maður á þá að finna eitthvað óþekkt delta H myndunarvermi fyrir eitthvað af myndefnum eða hvarfefnunum, bara með því að setja þetta inn í jöfnu. Þannig að hérna kemur sýnidæmi 5.12. Og hérna á að finna myndunarvermið að delta H0, sem staðalmyndunarvermi fyrir kalsíumkarbónat. Út frá upplýsingum hvarfvermi, það er sem sagt delta H0 hvarf og sem sagt hérna delta H0F í töflu og þetta var tafla 5.3. Og þetta er á blaðsíðu 184. Og efnahvarfið er að kalsíumkarbónat það brotnar niður í kalsíumoxíð plús koldíoxíð. Og okkur er gefið það að delta H0 hvarf er sama sem 178,1 kilojúl. Og við þetta hérna er spurningamerki, við vitum ekki hvað þetta er. Delta HF0 kilojúlmól. En hins vegar getur maður fundið út frá þessari töflu hérna, kalsíumoxíð og CO2. Þannig hérna er CaOS sem er mínus 635,5. Mínus 635,5 og síðan CO2 enn og aftur mínus 393,5. Og þá getum við sagt að þar sem að delta H hvarf er sama sem, og þá vorum við með að við erum með fyrir hérna myndefnin og hérna erum við bara með 1 mól. Þannig að þetta væri bara 1 mól sinnum mínus 635,5. Ég ætla að setja hérna kilojúl á mól plús 1 mól 393,5 kilojúl á mól. Og þetta hérna er svo mínus og það er þá þetta delta HF0 fyrir kalsíumkarbónat. Og það er sama sem 178,1 kilojúl. Þannig að okkur er gefið þá hvert þetta hérna er. Þannig að í rauninni það sem maður gerir er þá bara að einangra þetta, færa það yfir jafnaðarmerkið og hitt tilbaka. Þannig að við getum sagt hérna að það sem við erum með er að delta H fyrir kalsíumkarbónat er sama sem, og þá erum við bara með þennan hornklofa, þar sem við erum með mínus 635,5 kilojúl mínus 393,5 kilojúl. Þetta fór yfir, þetta kemur tilbaka, þannig að þetta er mínus 178,1 kilojúl. Út úr þessu kemur þá mínus 635,5 mínus 393,5 og svo mínus 178,1 og þetta gefur svo ég fæ hérna sama sem mínus 1207,1
kílósjúl fyrir delta H formation. Sjá hvað kemur hérna í dæminu. Jú, og það passar. Og svo í rauninni, þó að sé búið að stytta út, þá það gefið í mólum af því það þá í mólum af kalsíumkarbónati. Þannig að þessi myndunarvermi alltaf gefið sem kílósjúl á mól. Þetta ætti að duga, en við getum tekið eitt svona dæmi af því það þá æfingadæmið í sýnidæminu sem þá alveg eins, þá verið að nota þessa aðferð líka, þar sem við erum að nota þessa töflu. Nú það að finna þess að delta HF fyrir koparoxíð CuO(S) út frá upplýsingum hvarmefni úr þessum töflum og já, þannig að þetta passar allt, nema ég segi bara æfingadæmi. Og tek þetta út og núna erum við komin með efnahvarfið koparoxíð plús vetni gefur fastan kopar plús H2O liquid og það gefið sem sagt að delta H0 fyrir hvarfið sama sem mínus 129,7 kílósjúl. Nú það þægilega hér þetta spurningamerki. Þetta frumefnis og þetta 0, þetta frumefnis og þetta 0 og þá bara H2O liquid eftir og samkvæmt þessari töflu gildi þar mínus 285,8 kílósjúl á mól. Þannig að hérna getum við þá sagt að við séum með að delta H0 hvarf sem sama sem mínus 129,7 kílósjúl sama sem, og þá vorum við hérna með myndefni og hérna bara 1 mól, þannig að við erum hérna með mínus 285,8 kílósjúl og síðan erum við með hérna mínus delta H fyrir koparoxíð. Svona. Þannig að við svissum þessu bara. Þetta fer hérna yfir jafnamerkið hingað og þetta tilbaka. Þannig að delta HF fyrir koparoxíð sama sem mínus 285,8 kílósjúl plús 129,7 kílósjúl. Og út úr þessu kemur 129,7 mínus 285,8 mínus 156,1 kílósjúl og það á mól af koparoxíð. Þannig að þetta þá myndunarvermi fyrir það. Þessi dæmi, hérna venjulega gengur fólki bara mjög vel með þessi dæmi á prófi. Já. Já, þannig að þetta þá komið og hérmið þá námsefninu lokið, en ég á hins vegar eftir að gera þá lausnir fyrir dæmablöðin úr kafla 5.6 og 5.7 og mun þá taka það líka á YouTube. Takk fyrir.